Móðir Hauks Hilmarssonar fékk í gær afhent skjöl sem staðfesta að Haukur hafi fallið í loftárás Tyrkja í Sýrlandi. Fulltrúi útlagastjórnar sýrlenskra Kúrda í Afrín segir lík Hauks ennþá verið í þorpinu þar sem hann féll, en kveðst í samtali við fréttastofu hvorki geta sagt af eða á hvort fleiri Íslendingar hafi gengið til liðs við hersveiti Kúrda í Sýrlandi. Elín Margrét Böðvarsdóttir. Meðal gagna sem fjölskyldu Hauks voru afhent í Glasgow í gær eru bréf frá félögum hans í EPG, hersveit Kúrda, yfirlýsingum fall Hauks og dánarvottorð. Í samtali við fréttastofu segir Alan Semo, fulltrúi útlagastjórnar Kúrda í Bretlandi sem talar máli EPG, að 3 liðsmenn EPG hafi fallið í umræddri árás, Haukur auk 2 araba. It was on Afrin in the village Badina, one of Badina, and 5 of fighter Hauker's team. 5 of them was holding a hill and protecting civilian in that village against Turkish invasion military forces. Kúrdar telja að lík Hauks sé ennþá í þorpinu Badina en ekki hafi tekist að endurheimta það vegna tíðra loftárása. Vonir séu þó bundnar við að það takist að endurheimta lík Hauks og koma því heim. Mother Eva received us and we tried to prepare all of us to united for the humanity, for democracy, peace, for love. Therefore are we defending ourselves, not attacking anybody. Aðspurður segist hann ekki geta tjáð sig það hvort fleiri Íslendingar hafi gengið til liðs við hersveitir EPG. I cannot express on that issue because it's a military issue and a security reason. So you can neither confirm or deny if there's another Icelander? Unfortunately not. Ástandið á svæðin afar flókið líkt og þekkt en Kúrdar í Sýrlandi syrgja Hauk og segja hann hetju á meðan Tyrkir líta svo á að hryðjuverkamaður sé fallinn.